Góðan daginn og velkomin á vefstofu á sviði starfsmenntunar sem fyrir þá sem eru með Erasmus Plus aðild. Ég heiti Margrét Jóhannsdóttir, ég verkefnisstjóri starfsmenntunar hjá Rannís, landsskrifstofu Erasmus Plus. Ég ætla að byrja því að segja ykkur aðeins frá nýrri Erasmus áætlun sem gildir frá 2021 til 2027 og núna rétt að hefjast. Þetta bara, við erum að fara inn í nýtt tímabil og þessi nýja áætlun, hún byggir á frábærum árangri fyrra tímabils og í raun og veru engar svona stórar eða engar byltingar, það eru töluverðar svona jákvæðar breytingar sem að virðist vera, menn hafa verið að vinna með góðan árangur og ætla svona að halda áfram á svipuðu róli. En það töluvert meira fjármagn í þessari áætlun heldur en hingað til og það í raun og veru tvöfalt meira fjármagn og það þýðir að sjálfsögðu aukin tækifæri fyrir okkur, aukin tækifæri til þess að nýta sér áætlunina og það má segja að í þessari áætlun séu fjölbreyttari tækifæri. Það mjög jákvætt í nýrri áætlun að það eru þrjár megin áherslur sem ganga í gegn alla áætlunina og gilda í raun og veru öllum verkefnaflokkum. Og það eru þessi atriði sem snúa inngildingu og fjölbreytileika, þau snúa líka grænu alþjóðastarfi og að nota stafræna starfshætti og auka færni á því sviði. Þetta árið 2021, þá hefur Íslenska landsskrifstofan til ráðstöfunar 5 milljónir evra fyrir verkefni til náms og þjálfunar, en það einmitt sá flokkur sem við erum að fjalla um hér í dag. Á sviði starfsmenntunar og í nýrri áætlun þá eru tvær leiðir til þátttöku. Það annars vegar að skólar og stofnanir með samþykkta aðild, það sem sagt þeir sem við erum að tala við hér í dag og síðan þeir sem ekki hafa aðild geta tekið þátt í gegnum skammtímaverkefni og við verðum með aðra vefstofu þá leið. Aðrar nýjungar á sviði starfsmenntunar eru að núna eru styrkir fyrir þátttöku í nemakeppnum. Núna eru komnir styrkir fyrir námskeiðsþátttöku starfsfólks og það aðeins breyttar áherslur varðandi starfsfólk. Áfram mjög mikil áhersla lögð á nemendur og það líka mikil áhersla á lengri dvöl eða það sem heitir Erasmus Pro. Og síðan það þessi stóra breyting að þeir sem hafa aðild, að þeir hafa möguleika til samstarfs við skóla og stofnanir í löndum utan Evrópu. Þetta nýtt og verður spennandi að sjá hvernig okkur gengur að vinna með það. Það má þó ekki nota allan styrkinn í samstarfi lönd utan Evrópu en hámarkið eru 20%. Síðan boðið upp á þessa blönduðu kennsluhætti. Það eru styrkir vegna umhverfisvæns ferðamáta og auknir möguleikar og sveigjanleiki til að tryggja tækifæri allra til þátttöku. Snúum okkur þá að nemendunum. Fyrst að skoða hverjir þetta eru. Við erum að tala um nemendur starfs- og listnámsbrauta framhaldsskóla, nemendur í vinnustaðaþjálfun og þessi hluti það sem við sjáum oft í gögnunum undir Initial VET eða IVET eins og við sjáum skammstöfunina hér og síðan nemendur í staðfestri starfsmiðaðri símenntun og þessi hluti, starfsmiðaða símenntunin, hún sjáið umfjöllunina merkta CVET þegar snýr að því. Síðan erum við að tala um möguleika fyrir útskrifaða nemendur, þeir geta tekið þátt í 1 ár frá útskrift og það sem þið geta gert að fara í náms- og þjálfunarferðir og starfsnám hjá fyrirtækjum, skólum og stofnunum í öðru landi. Og námið eða þjálfunin, hún skal vera hluti af námi nemanda og metið sem slíkt að dvöl lokinni og dvöl eftir að námi lýkur einnig metin til dæmis með Europass þar sem þetta staðfesta þá dvöl. Það rík áhersla lögð á gæði þjálfunar nemenda og það verður að fylgja gæðaviðmiðum Erasmus Plus, það sem heitir Quality Standards. Núna í raun og veru Quality Standards í umsóknareyðublaðinu og þið staðfestið að þið ætlið að fylgja gæðaviðmiðunum, þannig að það segir sig sjálft að það er nauðsynlegt að þekkja þessi gæðaviðmið mjög vel. Dvölin, hún getur verið í þátttökulöndum Erasmus Plus og einnig öðrum löndum eins og við ræddum hérna áðan.
Aðeins hérna er listi yfir í raun og veru þessa flokka, tækifæri nemenda, eins og þetta er flokkað í umsókninni og við sjáum hér að við erum með ensku heitin í sviga og ég vil bara leggja ríka áherslu á það að þegar þið að sækjum að þið skoði vel hvað stendur á bak við þessa flokka og sækjum rétta flokka vegna þess að það verður að segjast eins og er að gegnum tíðina þá hafa menn stundum verið að gera mistök og sækja eitthvað sem þið héldu að væri eitthvað annað. Þannig að bara passið að vera vissum í hvað flokka þeir að sækjum. Þannig að sjáum við að fyrst er það nám og þjálfun í starfsmenntastofnunum, skólum og fyrirtækjum, Short Term Learning Mobility og VET Learners. Þessi flokkur er með dvalarlengd frá 10 til 89 daga, semst lágmarki 10 dagar, hámarki 89 dagar. Af því að við tekur það sem heitir lengri dvöl, það er semst nám og þjálfun í starfsmenntastofnunum, skólum og fyrirtækjum og heitir í umsókninni Erasmus Pro, Long Term Learning Mobility og VET Learners. Það er semst þegar dvölin er meira en komin í 90 daga og getur orðið alveg að heilu ári, þá tilheyrir það þessum flokki. Síðan eru þátttaka í nemakeppnum sem eru skills competitions og þarna nemendur geta tekið þátt og starfsmenn sem styðja við það og dvalarlengdin er bara 1 til 10 dagar. Síðan ber að nefna það hér að dvalarna í reglunum fyrir nýja áætlun og þá er dvalarlengd nemenda sem hafa minni möguleika til þátttöku, hún getur verið styttri heldur en er nefnt hér og þarf ekki að vera í raun og veru meira en getur verið allt frá 2 dögum. En þetta á við náttúrulega þegar sýnt er fram á að þetta sé nauðsynlegt. Þegar valin er umhverfisvænn ferðamáti, þá geta með áaftur sem sagt vera fleiri ferðadaga heldur en venjulega og þeir geta verið alltaf 4 og í náms- og þjálfunarverkefnum má bjóða upp að blanda nám sem segist blended learning en dvalartími sem gefinn er upp hérna ofar á glærunni að hann sem sagt snýr að raunverulegri dvöl í þátttökulandinu. Þannig að það breytist ekki þó að bætt sé við blandari sem sagt kennslu á netinu til dæmis. Og þá ef við skoðum starfsfólkið, þá erum við að tala kennar og starfsfólk skólastofnana sem tengjast kennslu í starfsmenntun og starfsþjálfun, stuðningi og þjónustu við nemendur sem og stjórnendur. Þannig að í ykkar hópi sem er með aðild, þá eru ykkar starfsfólk innan þessa ramma. Dvöl starfsfólks getur líka verið semst í þátttökulöndum Erasmus Plus, en ef að þið sem sagt eru með þátttöku í öðrum löndum að þá ekki allir flokkar sem gilda heldur bara gestakennslan og starfsspeglun og það er mikilvægt að þáttaka starfsfólk hún styðji við starfsemi skóla og stofnana. Og þá skoðum við tækifæri starfsfólks eins og þetta kemur líka í umsókninni að þar eru við fyrst með starfsspeglun í skólum, stofnunum og fyrirtækjum í öðru landi eða job shadowing að dvalarlengdin hér eru 2 til 60 dagar. Síðan kemur gestakennsla í skólum, stofnunum og fyrirtækjum og það heitir Teaching og Training Assignments og þarna dvalarlengdin getur verið frá 2 upp í alltaf heilu ári. Síðan eru fagtengd námskeið og þjálfun, það Courses and Training, dvalarlengdin 2 til 30 dagar og þetta sem sagt nýtt núna, það styrkur vegna námskeiðsgjalda í starfsmenntun veittur en hann takmarkaður við 10 daga. Þeir sem eru að fara þessa leið og það sem sagt lögð áherslu á það umsækjendurnir sjálfur velja námskeið og það búið að gefa út núna ákveðnar leiðbeiningar varðandi gæði námskeiða og tilgangurinn með því raun og veru aðstoða þá sem eru að fara námskeið en að finna námskeið sem að séu örugglega af góðum gæðum. Síðan komum við að blönduð kennsla og þá getur þátttakar starfsfólks verið hluti af rafrænu námskeiði, annarri dagskrá og þegar valin er umhverfisvænn ferðamáti geta ferðadagar verið alltaf 4 líka alveg eins og fyrir nemendur. Síðan eru hans fleiri tækifæri til þátttöku. Það sem sagt núna möguleiki að sækja undirbúningsheimsóknir sem farnar eru til að skipuleggja ákveðna ferðir nemenda og starfsfólks með það markmið að auka gæði, til dæmis lengri dvalar og ferðir þáttakenda með minni möguleika á þátttöku og svo framvegis. En hámarksfjöldi þáttakenda hverrar ferðar eru 3. Síðan móttaka sérfræðinga eða það sem heitir Invited Experts frá skólum og stofnunum annarra landa til að styðja við móttökustofnana með ákveðinni sérþekkingu og þessi sérfræðingar geta verið frá 2 upp í 60 daga
Og síðan þriðji liðurinn, það móttaka nema kennara í kennar- og leiðbeindanámi, hosting teachers and educators in training. Og þá þið að taka móti nemum frá öðrum löndum og í þessu tilfelli fær móttökustofnunin aðeins umsýslustyrkinn en sendistofnunin fær styrk fyrir ferðum og uppihaldi nemenda. Og dvalarlengd hér 10 til 365 dagar. Við erum búin að tala mikið þessa áherslu á jöfn tækifæri eða inngildingu eins og við tölum en í handbók Erasmus+ eru eftirfarandi atriði nefnd sem ástæður sem gætu réttlætt aukinn stuðning við þátttakendur. Ég vil benda á að þessi upptalning ekki tæmandi, heldur veitir hún ákveðið viðmið til að auðvelda þátttöku allra í áætluninni. Inn á heimasíðu Erasmus+ að þá í raun og veru nánari umfjöllun öll þessi atriði. Ég ætla bara rétt að renna hérna yfir þennan lista, en við erum að tala ýmiss konar skerðingar eða það sem heitir disability. Við erum að tala veikindi, hindranir tengdar menntakerfinu, við erum að tala menningarmun, félagslegar hindranir, efnahagslegar hindranir, hindranir vegna mismununar og landfræðilegar hindranir. Þannig að að gera að skoða betri umfjöllun þetta á heimasíðunni hjá okkur. Og aðeins umhverfisvæna ferðamáta að ferðalög milli landa hafa óhjákvæmilega í för með sér losun gróðurhúsalofttegunda, ekki síst þegar eyja eins og Ísland á í hlut. En við þurfum í raun og veru að hugsa leiðir, hvernig við getum unnið með þetta tækifæri og það má draga úr áhrifum ferða á loftslagi með því að kynna sér vel kolvetnissporið sem ólíkar ferðavenjur skilja eftir. Hjá okkur þá erum við mjög oft að taka 2 flug til að komast á áfangastað og þá kannski spurningum að kanna möguleika að taka lest hluta af leiðinni. En Erasmus+ veitir viðbótarstyrk fyrir vistvænan ferðamáta og sveigjanleikinn til að ferðast lengri, eins og sagðum áðan, geta verið alltaf 4 dagar. Hérna kemur í raun og veru listi yfir upphæður, yfir þá styrkjaflokka sem í gangi núna. Og ég ætla ekki að fara nákvæmlega yfir hvert atriði og bara vísa á í raun og veru Erasmus handbókina og heimasíðuna hjá Erasmus+. En eins og áður þá umsýslustyrkur fyrir hvern þáttakanda. Núna þetta mismunandi eftir flokkum dvalar eða ferða og geta verið 100 evrur, 350 evrur eða 500 evrur á hvern þáttakanda eftir hvaða flokk ferðin þeirra tilheyrir. Síðan eru ferðastyrkir þar sem miðað við fjarlægðir eða distance band og þarna eru ferðastyrkirnir hærri fyrir green travel ef það valið. Og það styrkur vegna sérstaklega kostnaðarsamra ferða undir exceptional cost og þá verið að tala viðbótarstyrk sem veittur vegna ferða frá svæðum sem eru talin afskekkt og ferðakostnaður því mikill. En noti maður þennan lið að þá byggir þá raunkostnaði og hámarki 80%. Síðan uppihaldsstyrkir sem eru misháir og miðað við dvalartíma og í raun og veru þau lönd sem dvalið í. Og svo það stuðningur vegna inngildingar eða inclusion og þá annars vegar styrkur vegna undirbúnings og skipulagningar dvalar fólks með minni möguleika til þátttöku, það 100 evrur á þáttakanda og síðan styrkur vegna raunverulegs viðbótarkostnaðar eða þá geta mann sótt 100% raunkostnað. Og það ber að nefna það að mögulegt að sækja viðbótarstyrk eftir að verkefnin hefjast núna. Síðan það undirbúningsheimsóknir að þá bara styrkur vegna ferða og uppihalds og það bara ein upphæð sem ræðir 575 evrur fyrir hvern þáttakanda og það mega hámarki 3 fara saman í undirbúningsheimsókn. Síðan kemur að stuðningi vegna tungumálaundirbúnings en það verður svipað kerfi og verið hefur og við þekkjum sem OLS tungumálakerfið fyrir þau og ef tungumálin sem verið að nota eru í boði í kerfinu þá ekki fjárhagslegur styrkur en nema ef það löng dvöl, það sem heitir Erasmus Pro, að þá hægt að fá 150 evrur auki ef dvölin lengri 90 dagar, þannig tilheyrir Erasmus Pro
Og síðan að ef að tungumáli sem verður notað í heimsókninni ekki í boði í kerfinu, þá hægt að sækja styrk 150 € fyrir þátttakanda. En ég ítreka það að þið skoðið þegar kannski í raun og veru þurfið þessar upphæðir meira að halda þegar þið farið að fara í gegnum og framkvæma verkefnin. En þetta mjög greinargott í handbókinni og á heimasíðu Erasmus+. Þá snúum okkur aðeins að umsóknunum sjálfum, að það breyting frá því sem við þekkjum að í umsóknunum núna eru ekki styrkupphæðir og það eru engar upphæðir í umsóknunum. Heldur taka þessar umsóknir að það taka mið af Erasmus áætlun skólana og markmiðum sem og áætlun tegundir og fjölda ferða. Þannig að þið eruð að gera áætlun hversu marga þið ætlið að reikni með að vera senda í mismunandi tegundir ferða eða activities eins og það heitir í umsókninni. Og í þessum umsóknum þá eru samstarfsaðilar ekki skráðir. Þegar kemur úthlutun til einstakra skóla þá byggt á eftirfarandi atriðum. Það byggt á heildarfjármagni sem til úthlutunar fyrir í raun og veru þennan verkefnaflokk. Síðan að sjálfsögðu að ræða umsóknina og áætlun hvers skóla eða stofnunar. Síðan núna til eitthvað sem heitir grunnstyrkur og hámarksstyrkur fyrir hvern skóla eða stofnun. En með þessum viðmiðum að þá verið að tryggja það allir sem í raun og veru með aðild, þá alltaf einhvern styrk. Og þetta kannski skiptir mestu þar sem mjög mikil eftirspurn og mikil samkeppni fjármagni. Síðan árangur hvers skóla eða stofnunar varðandi nýtingu fjármagns, framkvæmd verkefna og stuðningi við áhersluatriði Erasmus+ áætlunar inngildingu, umhverfismál og stafræna kennsluhætti og líka lögð áhersla á lengri dvöl. Núna gildistími allra verkefna þeirra aðilar sem með aðild, þeir 15 mánuðir. En eftir 1 ár þá býðst öllum að framlengja ef menn telja þörf á því og hámarksgildistími 24 mánuðir. Síðan vil ég nefna þetta tækifæri sem samstarfsnet eða konsortium sem fyrir verkefni fleiri skóla eða stofnana og fyrirtækja að vinna saman og að verkefnum. Aðeins að með aðild að það svolítið ný hugsun í þessu kerfi og megin atriðin í því að þátttaka í náms- og þjálfunarverkefnum að hugmyndin að þau verði hluti af reglulegri starfsemi skóla og stofnana. Og það nauðsynlegt að gera áætlun fyrir hvert ár en hugmyndin innan skólans og stofnana sé kerfi sem miði að þessari reglulegu þátttöku. Og þið þurfið svolítið að hafa, þið ættu að hafa Erasmus+ áætluna sem að þið settuð inn í aðildarumsóknina til viðmiðunar, en þið alls ekki bundin af henni, en svona passa upp á að þið séuð alltaf að ná sérstaklega þeim markmiðum sem þið kynntuð, en passið að hafa raunhæfar áætlanir og það verður metið síðar hvort markmiðum sem sett voru fram í Erasmus+ áætluninni, hvort þeim hefur verið náð. Og árangur og nýting fjármagns getur haft áhrif á úthlutun í raun og veru síðar þegar menn fara að sjá verkefnum sem nú verið að sækja þegar þeim lýkur. Á heimasíðu Erasmus+ að þar krækja og umsóknareyðublöðin. Passið bara að velja rétt umsóknareyðublað. Þessi umsóknareyðublöð sem þið eru með eru fyrir verkefnaflokkurinn heitir KA121 VET og þetta eru Accredited Projects for Mobility of Learners and Staff in Vocational Education and Training. Og bara mjög mikilvægt að velja rétt eyðublað. Aðeins umsóknar, þær eru mjög einfaldar. Það eru þessir 4 kaflar. Það fyrst kafli sem heitir Accreditation og þar í raun og veru sláið þið bara inn ykkar OID-númer og þá kemur í raun og veru koma allar upplýsingar ykkur stofnunar sem að sækja Gildistíminn eins og ég sagði áðan alltaf á 15 mánuður. Þannig að lokadagsetning 30.11.22 og hún birtist. Þegar kemur participating organizations þá í raun og veru hér bara upplýsingar umsækjandann og það þarf semst ekki að skrá samstarfs- og móttökuaðila.
Kaflinn Erasmus plan að þarna birtist listi markmiða sem og áætlaður fjöldi þátttakenda sem skráður var í umsókn aðild og það ekki nauðsynlegt að fylgja nákvæmlega þeim fjölda sem skráður var en það mjög gott og þið ættið að hafa hann til hliðsjónar og það mikilvægt að áætlunin styðji alltaf við Erasmus Plus markmiðin. Síðan það kaflinn activities en hér skráð sem sagt áætlaður fjöldi þáttakenda eftir tegundum ferða eða activity types og núna þá í raun og veru það bara hægt að setja eina línu fyrir hvert activity type og dvalarlengdin meðaltal. Og við bara, ég get bætt við að þegar þið að fylla þetta inn að þá þarf að setja eitthvað inn í alla reiti og setja 0 þar sem engin og annars slíkt af því að annars fáið ekki það verður ekki, umsóknin verður ekki gild fyrir náttúrulega þeir búið að setja og setja 0 í alla kassa sem þið ætla ekki að nota og setja tölur inn því annars bara samtíð segir hún ekki að það sé búið að vinna áætlunina. En það ekki víst að styrkur fáist fyrir öllum ferðum en það mikilvægt að vera raunsær og taka mið af markmiðum Erasmus áætlunarinnar. Umsóknarfresturinn 11. maí 2021 og hann fyrir hádegi þannig að mér liggur við að segja passið að vera búin að sækja 10. maí. Það getur bara verið álag á kerfinu og það bara borgar sig að vera ekki á síðustu stundu. Ég vísa í nánari upplýsingar á erasmusplus.is á heimasíðunni hjá okkur og vek sérstaka athygli á Erasmus Plus handbókinni að þar mjög nákvæmar lýsingar á öllum reglum sem snúa að verkefnunum. Ég semst tengiliður fyrir starfsmenntahlutann. Margrét Jóhannsdóttir getur sent mér tölvupóst í margrétjohannsdottir@rannís.is eða hringt eða hvernig sem þið hafið það. Og að lokum þá vil ég bara óska ykkur góðs gengis og hlakka til áframhaldandi samstarfs.